Við setjum sameiginlegan fund borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna sem að haldinn þriðjudaginn 24. mars klukkan 3 og við göngum til fyrsta máls á dagskrá sem að tillaga Reykjavíkurráðsins að fela skóla- og frístundaráði að útfæra aukna jafnréttis kynja og fordómafræðslu í grunnskólum Reykjavíkur og til máls tekur Kári Arnarsson úr ungmennaráði Laugardals og Háaleitis. Forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir góðir gestir. Með því að innleiða jafnréttis kynja og fordómafræðslu á miðstigi og upp úr væri hægt að auka umburðarlyndi og vinna gegn fordómum. Á þessum aldri krakkar byrjar að mynda sín eigin viðhorf og mikilvægt ungt fólk hafi þekkingu til þess. Til að innleiða þessa fræðslu í grunnskólum væri kjörið að nýta lífsleiknitíma eða samfélagsfræðitíma. Hægt að byrja smátt, til dæmis með því að hafa fyrirlestra á fræðslu, þar sem notaðar glærur eða myndbönd sem mynda síðan umræður í tímum. Það væri hægt að hafa þema og taka hvert efni fyrir nokkra vikur og skipta síðan, svo sem hafa jafnréttisfræðslu í 2 vikur og svo kynjafræðslu næstu 2. Þess vegna leggur Reykjavíkurráð ungmenna til að sameiginlegi fundur borgarstjórnar Reykjavíkurráðs ungmenna samþykkir að fela skóla- og frístundaráði að útfæra aukna jafnréttis kynja og fordómafræðslu í grunnskólum Reykjavíkur á haustönn 2016. Kári Arnarsson úr ungmennaráði Laugardals og Háaleitis hefur gert grein fyrir fyrstu tillögunni og þá næstur á mælendaskrá Arnar Haukur Rúnarsson úr ungmennaráði Kringlukverfis sem mun tala fyrir kennslu í fjármálalæsi og réttindum á vinnumarkaði. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundargestir. Með því að bæta við kennslu í fjármálalæsi og réttindum á vinnumarkaði hægt að stuðla að því að ungmenni sem að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði geri það af sóma. Það væri hægt að koma í veg fyrir það að allur hagnaður á vinnunni færi beint í kaup á ónauðsynlegum hlutum og einnig væri hægt að kenna ungmennum mikilvægi þess að spara og safna peningum. Þetta líka til þess að ungmenni þekktu réttindi sín svo að vinnuveitendur gætu ekki brotið á þeim eins og mörg dæmi að gerist í dag. Fjármálalæsi og þekking á réttindum eru mikilvægir þættir í því að eldast og eflast sem sjálfstæður einstaklingur og því leggur Reykjavíkurráð ungmenna til að sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna samþykki að fela skóla- og frístundaráði að útfæra kennslu í fjármálalæsi og réttindum á vinnumarkaði í grunnskólum Reykjavíkur á haustönn 2016. Arnar Haukur Rúnarsson úr ungmennaráði Kringlukverfis hefur lokið máli sínu og þá Adda Þóríðardóttir Smáradóttir næst á mælendaskrá og hún mun tala fyrir aukinni kynfræðslu frá 6. bekk til loka grunnskólans. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir góðir gestir. Ég man eftir fyrsta kynfræðslutímanum mínum. Ég var þá í Hlíðaskóla og ég geri ráð fyrir að ég hafi verið í 6. bekk. Við vorum kölluð til hjúkrunar eftir kyni og hún fræddi okkur kynþroskann og öllu sem tengist honum. Fyrir utan þann tíma man ég rosalega lítið eftir kynfræðslu í skólanum. Í líffræði lærðum við líffræðilega hlutann, eins og hvernig kynin eru ólík og hluti eins og hvernig getnaður á sér stað. Við vorum hvött til að skoða kynfræðslusíður á vegum Námsgagnastofnunar upp á eigin spýtur. Flest allt sem ég hef lært kynlíf, kynhneigðir, samþykki, kynsjúkdóma og getnaðarvarnir hef ég lært frá foreldrum mínum, systkinum, eldri vinum og netinu. Þessi fræðsla ætti hins vegar að koma frá skólanum og byrja fyrr og vera ítarlegri. Kynfræðsla ábótavant í grunnskólum og þarf að vera bætt. Frá 6. bekk ætti að vera almenn umræða að hefjast og aukast með hverju árinu.
Það þarf að kenna börnum og ungmennum hvað raunverulegt kynlíf og hvernig kynlíf og klám ekki það sama. Það þarf að fræða þau hvernig skuli forðast kynnsjúkdóma, ótímabærar þunganir og hvernig nauðsynlegt að tala saman. Að forsenda fyrir kynlífi sé samþykki og án þess verið að brjóta á þeir. Það þarf að tala opinskátt það hvað kynferðisleg misnotkun er. Það þarf að fræða börn og ungmenni mismunandi kynhneigðir og að það eru til fleiri en 2 kyn. Kynfræðsla mikið meira en bara skilningur á líffræðilegum hluta kynlífs. Að kenna kynfræðslu nokkurra ára verk og því nauðsynlegt að byrja fyrir. Kennarar virðast oft vera smeykir við að kenna þetta fag og til að fá sem bestan árangur mikilvægt að fræða kennarana betur efnið. Ef kennarar eru vel upplýstir og í stakk búnir að svara spurningum nemenda líklegra að börn og ungmenni taki mark á viðkomandi. Því leggur Reykjavíkurráð ungmenna til að sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna samþykki að fela skóla- og frístundaráði að útfæra kennslu á kynfræðslu í grunnskólum og verði hafin fyrir næsta stöðufund Reykjavíkurráðs ungmenna og borgarstjórnar. Adda Þóríðardóttir Smáradóttir hefur lokið máli sínu og þá Steindór Gestur Guðmundarsson Voge úr Ungmennaráði Breiðholts næstur á mælendaskrá og hann mun tala fyrir breyttum strætóferðum frá Kjalarnesi. Forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir góðir gestir. Ég átti að mæta í skólann í dag klukkan 8:10, en ég misti af strætónum. Sem betur fer kom næsti vagn ekki fyrir en korteri seinna. Ég krossaði fingur og vona að ég fengi ekki seinkomu. Ég mætti 5 mínútum of seint og kom með fyrirsjáanlega afsökun, en ég fekk þó mætingu. En það sem háði mér var að það stelpa sem með mér í bekk sem býr á Kjalarnesi. Hún var líka fyrir því óhappi að missa af strætónum, en hún fekk ekki að sleppa við seinkomuna þar sem hún mætti klukkustund of seint. Þar sem strætó gengur bara á 2 klukkutíma fresti til og frá Kjalarnesi. En er það ekki heldur fáránlegt að Kjalnesingar, sem eru jú líka Reykvíkingar, fái ekki sömu þjónustu og aðrir íbúar borgarinnar? Ungmennaráð Kjalarnes hefur sendt ótal pósta til stjórnar Strætó BS í þeirri von að samgöngur á Kjalarnesi verði betri og fleiri. Til þessa hafa þessir póstar ekki borið neinn árangur. Þessi tillaga hefur einnig verið lögð fyrir hverfisráð Kjalarnes. Það ljóst að hentugast væri ef strætó gengi á klukkustundafresti til og frá Kjalarnesi. Við leggjum til að strætó fari frá Kjalarnesi klukkan 7:20 að morgni. Það auðveldar fólki sem sækir vinnu og eða skóla í Mosfellsbæ eða jafnvel lengra. Auk þess nauðsynlegt að strætó fari klukkan 14:39 en þá lýkur skóla. Margir þeir sem æfa íþróttir eða aðrar tómstundir þurfa oft að sleppa æfingu eða hluta af skóla til að komast tímanlega á æfingar, þar sem strætó fer frá Kjalarnesi 13:39 og næst 15:39. Að gefnu tilefni var gerð skoðanakönnun. Spurt var, myndir þú og eða þitt barn notfæra sér möguleika á strætóferð klukkan 14:39 á virkum degi? Svarhlutfall var tæpt 74% allra foreldra barna í Klébergsskóla. Tæp 80% af þeim sem svöruðu sögðust myndu nýta sér ferð frá Kjalarnesi klukkan 14:39. Nákvæma niðurstöður má sjá á fylgiskjalinu sem þið hafið fyrir framan ykkur. 72 af 91 sögðust vilja nýta sér þá ferð. Ungmennaráð Kjalarnes hefur margoft bent á það að Kjalarnes hluti af Reykjavík. Þess vegna það út í hött að Kjalnesingar hljóti ekki sömu þjónustu og aðrir íbúar borgarinnar. Steindór Gestur Guðmundarsson Voge úr Ungmennaráði Breiðholts hefur lokið máli sínu og þá Jessi Jónsdóttir úr Ungmennaráði Grafarvogs næst á mælendaskrá en hún mun tala fyrir breyttum strætóferðum í Grafarvogi. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundargestir. Leið 6 gengur ekki gegnum Víkurhverfið, Borgarhverfið og Hamrahverfið sem þýðir að þessi leið sem á að verast hverfisleiðin gengur ekki öll hverfi í Grafarvogi. Sama á við leið 31. Hún gengur í Hamrahverfið, Húsahverfið og Foldahverfið ásamt því að stoppa við Egilshöll og Gufunesbæ. Þetta ekki fullnægjandi leiðakerfi fyrir þá sem reiða sig á strætósamgöngur. Þessu fylgja ýmis vandamál, erfiðara fyrir fólk, þá sérstaklega ungmenni, að komast á áfangastað, svo sem skólan, tómstund- og íþróttahús, félagsmiðstöðvar og ýmsar aðra þjónustumiðstöðvar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur engin frístundavagn í Grafarvogi líkt og mörgum öðrum hverfum stendur til boða.
Grafarvogurinn er afar fjölmennur með 19.000 íbúa og því er mjög nauðsynlegt að góðar samgönguleiðir séu milli hverfa. Framtíðarsýn okkar byggist á því að viðskiptavinir okkar kjósa að komast leiðar sinna með strætó vegna þess að þessi mun hagkvæmari umhverfisvænni og jafnvel fljótlegri kostur en að nota einkabíl. Þetta stendur á vefsíðu Strætó BS undir hlutverk, stefnur og framtíðarsýn. Þetta er hins vegar ekki raunin í Grafarvogi. Í Grafarvogi er strætó ekki ákjósanlegur samgöngumóti fyrir suma íbúa þar sem hverfisvagnin gengur ekki alla hverfishlutana. Það ætti að vera jafnt aðgengi að almenningssamgöngum og finnst íbúum Grafarvogs þessi staða því ekki samgjörn. Leið 31 gengur einungis á ákveðnum tímum, snemma morgna og svo það bil þegar grunnskólabörn eru á leið úr skóla. Þetta hendir ekki þeim sem ætla að koma sér til og frá vinnu eða framhaldsskólanemendum sem oft byrja seinna í skólanum eða ljúka skóla á öðrum tímum. Leið 31 hættir einnig að ganga rétt fyrir klukkan 7 og geta því ungmenn úr Hamrahverfinu sem sækja félagsmiðstöðina sína í Foldahverfið ekki nýtt sér strætó. Engin þjónusta er í Hamrahverfi og veldur það því að fólk þarf að sækja sér þjónustu utan hverfis. Þeir sem reiða sig á strætó geta einungis nýtt sér þjónustuna sem fengin er utan hverfisins á ákveðnum tíma dags. Þess má geta að leið 31 gengur einungis á virkum dögum en ekki helgar. Þetta er ekki takt við önnur hverfi Reykjavík. Grunnskólar í Grafarvogi voru á síðustu árum sameinaðir ásamt félagsmiðstöðvum og því er ekki viðunandi að það séu ekki góðar samgöngur milli hverfa. Þetta gerir börnum og ungmennum erfiðara fyrir að sækja félagsmiðstöðvar og komast til og frá skóla. Með auknu samstarfi hverfana væri viðeigandi að strætósamgöngur væri í samræmi við það. Afar ósanngjarnt er að unglingur sem býr við hliðina á sinni félagsmiðstöð til dæmis Foldahverfi getur gengið fáein skref en á meðan einstaklingur í sama skóla sem býr í Hamrahverfi getur ekki eins og tekið strætó. Með samræmingu skólana var leið 31 sett á laggirnar svo ungmenni Hamra og Húsahverfis komist milli hverfa en þessi leið þarf að ganga á fleiri tímum svo hún þjóni öðrum en bara grunnskólabörnum á skólatíma. Íbúum í sumum hverfi Grafarvogs stendur ekki til boða að sækja sína þjónustumiðstöð á Gylfaflöt nema á ákveðnum tímum. Lágmarksréttindi hverfisbúa er að geta sótt sér þjónustu en svo virðist sem að öll hverfi séu ekki undir sama hattinum innan borgarinnar. Líkt og áður kom fram er þetta ekki fullnægjandi leiðakerfi fyrir íbúa Grafarvogs. Erfitt er fyrir fólk að komast milli staða innan hverfisins sem utan. Þetta á við skóla, félagsmiðstöðvar, verslanir, vinnustaði og svo mætti lengi upp telja. Jessi Jónsdóttir úr Ungmennaráði Grafarvogs hefur lokið máli sínu. Þá er Sindri Smárason úr Ungmennaráði Árbæjar og Holta næstur á mælendaskrá og hann mun tala fyrir tillögu sumarvinnu fyrir nemendur í 8. bekk grunnskólans. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundargestir. Hvernig er sumarið fyrir 8. bekking? Dæmigert sumar fyrir 14 ára ungling er yfirleitt ekki mjög spennandi. Þeir sitja oft bara heima, leiðist og margir sofa langt fram á daginn. Þeir hafa lítið fyrir stafni á meðan unglingum og 9. og 10. bekk stendur til boða að vinna á vegum borgarinnar. Að auki eru félagsmiðstöðvarnar lítið opnar á þessum tíma árs. Þessum unglingum standa fá tækifæri til boða varðandi vinnu ef engin eru tengsl við fólk sem getur útvegað vinnu. Þeir fá ekki vinnu því að engin reynsla er til staðar. Þeir eru framtíð okkar allra og viljum við að þau viti hvernig á að bera sig að á vinnumarkaði og leggja mörkum til samfélagsins. Þess vegna sé Reykjavíkur á mikilvægi þess að unglingar hafi eitthvað fyrir stafni yfir sumarið og að þau öðlist reynslu til að takast á við heiminn. Hlutverk borgarstjórnar er að grípa til aðgerða og takast á við verkefnið. Allir sem sitja hér í borgarstjórn áttu möguleika á vinnu hjá vinnuskólanum í 8. bekk. Af hverju fáum við hann ekki líka? Þess vegna leggjum við í Reykjavíkurráð ungmenna til að sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna samþykki að hefja athugun á því hvort Reykjavíkurborg geti á ný boðið upp á sumarvinnu fyrir nemendur í 8. bekk grunnskólans. Sindri Smárason úr Ungmennaráði Árbæjar og Holta hefur lokið máli sínu og þá er Sara Þöll Finnbogadóttir úr Ungmennaráði Breiðholts næst sem að mun beita sér fyrir að frístundamiðstöðvar ráði ungt fólk á aldrinum 16 til 20 ára til starfa.
Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundarmeðlimir. Flyt ég nú tillögu þess efnis að frístundamiðstöðvar í Reykjavík ráði til starfa ungt fólk á aldrinum 16 til 20 ára sem unglega frá og með hausti 2016. Unglegar eru einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára sem bæði hafa áhuga og vilja til að vinna að sínum hugmyndum á fjölbreyttan hátt samhliða því að taka þátt í því sem frístundamiðstöðin hefur upp á að bjóða, svo sem tónleikahald í hverfinu sínu og auk þess hjálpa við frístundastarfið. Við teljum það bæði sanngjarnt og nauðsynlegt að unglingarnir fái borgað fyrir starfið sitt því aðrir njóta góðs af því sem unglingarnir vinna að og að vinna þeirra verði metin að verðleikum. Í haust tók frístundamiðstöðin Miðberg í Breiðholti af skarið og réði til sín nokkra ungliða á tímasamning. Ungliðar koma að dagskrá viðburðum á vegum ungmennahús Miðbergs. Einnig hafa þeir af og til séð hópefli fyrir yngri ungmenni í hverfinu, ásamt því að sjá ýmis tæknimál og uppsendingu á viðburðum í Breiðholtinu sem og annar staðar. Að vinna sem ungliðar er góður undirbúningur fyrir lífið og gott fyrir hverfið, vegna þess að ungliðar vinna ekki eingöngu á verkefnum fyrir ungmenni, heldur nýtur allt hverfið góðs af því. Ungliðastarfið er góð reynsla og einnig lærdómsríkt og kennir ungmennum hvernig það er að vera á atvinnumarkaðinum, hvernig á að axla ábyrgð og hvernig á að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hægt er að líta þetta sem forvarnaverkefni fyrir ungmenni því starfið veitir þeim þau tækifæri sem þau venjulega fengu ekki og þar hafa þau eitthvað uppbyggilegt fyrir stafni og getur minnkað líkurnar á því að þau beinist út á ranga braut. Sara Þöll Finnbogadóttir úr Ungmennaráði Breiðholts hefur lokið máli sínu og þá er Margrét Sæmundsdóttir úr Ungmennaráði Árbæjar og Holta næst á mælendaskrá og hún mun tala fyrir fjölbreyttari sumarstörfum fyrir unglinga á aldrinum 13 til 18 ára. Virðulegi forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Gott og gefandi er fyrir unglinga að hafa eitthvað fyrir stafni á sumrin. Það er ekki gott fyrir neinn að hanga heima í 3 mánuði og gera ekki neitt. Fyrir marga unglinga er sumarvinna mjög mikilvæg því staðan á fjölmörgum heimilum í dag er ekki góð og verða þau því sjálf að vinna sér pening til þess að geta leyft sér eitthvað með vinum og félögum. Vandasamt getur samt verið fyrir þau að finna sér vinnu, þar sem fæstir vilja ráða ungan, óreyndan ungling. Svo einir kostur þeirra er oft vinnuskólinn í Reykjavík. En þar eru störfin mjög einhæf og ófjölbreytt. Við viljum að boðið verði upp á önnur störf en ekki einungis hefðbundin garðyrkjustörf, svo unglingar og ungmenni fái tækifæri til þess að kynnast fleiri störfum. Fjölbreytt störf efla líka þekkingu og reynslu unglinga og það verða víðsýnni og svo á vinnureynslan sem þau fá eftir að skila sér þegar þau fara út á vinnumarkaðinn seinna meir. Það að ungmenni landsins hafa eitthvað að gera á sumrin sem þau hafa gott og gaman af er líka góð forvörn. Dæmi störf sem hægt var að bjóða upp á eru til dæmis vinna í félagsmiðstöðvum við viðhald og að færa hana, vinna á leikskólum við að sjá og leika við börnin og vinna í sundlaugum borgarinnar og vinna með öldruðum. Því leggjum við til að sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna samþykki að Reykjavíkurborg og Vinnuskóli Reykjavíkur bjóði upp á fjölbreyttari sumarstörf fyrir unglinga á aldrinum 13 til 16 ára, helst sumarið 2015 en annars fyrir sumarið 2016. Margrét Sæmundsdóttir úr Ungmennaráði Árbæjar og Holta hefur lokið máli sínu. Þá hafa allir ungmennaráðsfulltrúar lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er hv. borgarstjóri.